Ég er 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það er löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið um hann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ok. Rosalegt sæt. Takk! Þú ert í bleiku, ég er nefnilega líka í bleiku. En ég held að þetta sé kannski í fyrsta skipti í sögu mannkynsins Já. sem að 2 miðaldra konur Já. er í podcasti ómálaðar. Einmitt, ómálaðar, önnur Alveg. með rúllur. Já. Það er, Við erum nefnilega að fara í boð á eftir. já, og við ætlum að vera æðislega Við sætar. ætlum að vera óðbóðslega sætar. Já. Já. Af því að Ég var aðeins verið að spá í þetta með að vera sætur, skilurðu, þetta er nú kannski ekki svona mikið fókuspunktur þegar maður er komin á þennan aldur, en samt, mér finnst einhvern veginn eins og við eigum, eftir hverju þetta býða? Ægilega þannig að þú gafst mér smoothie. Já, Ég er gjörðu að hafa hann hérna. Þetta er ekki að kveikja kertinu. Já. Samt finnst mér finnst þetta gaman, ég ætla alveg að gangast í því, Já. mér finnst gaman að hugsa um útliti. Já. Mér finnst það skemmtilegt og mér finnst, mér finnst gaman að hafa mig til og mér finnst gaman að krulla mér hárið og mér finnst gaman að mála mig og svona. Og ég, veistu það, þegar ég er komin sögu, þá ætla ég alveg að hætta að skammast mér fyrir það að hafa gaman að þessu. Þegar þú ert komin út af sögu, sagður það? Hvað? Ef ég verði einhvern tíma starfsmaður út af sögu, þá ætla Nei, þegar hér er komið sögu í já. mínu lífi, meina ég. Já, einmitt. Þá- Nei, ég er að rétt að leggja stað í þetta. Steinar, þú varst að segja um daginn að L'Oreal kremið sem þú notar, að það gerði þig svo afslappaða. En þú sagði mér líka að þú verið búin að nota það í 20 ár. Finnst þér ekki afslöpuð? Ég get ekki sagt að þú sért búin að vera afslöpuð allir þessi 20 ár. Ég sá afslöpu af því að ég ætlum að því að kremin eru bara eins og personal trainer. Heldur manni stinnum og í formi og í lagi, þannig maður er alveg slakur. Já, þú meinar að maður þurfa að nota því svolítinn tíma til þess að ná þessum árangur sem þú hefur náð. Algjörlega. Þegar við fáum svona chip inn í okkur, þegar við mergeum með tölvurnar sem að verða fljótlega, við fáum að lifa þá tíma allavega, þá ætla ég að byrja að á mér sé voljumtakki, Já. sem fólk getur þá bara stillt. Hækka og lækkað í manni. Já, getur hækkað og lækkað, menn ef þú veist, finnst raddiðin mín erfið, þá getur það bara aðeins lækkað. Það er náttúrulega frábært, en það er samt talandi um þöggun og eitthvað að halda manni niður. Ég er með svona issues með að það er ekkert sem fer eins í taugarnar á mig eins og þegar mér finnst fólk sitja, ég kalla það að sitja hatt á mig. Já. Þú veist, það leyfir mér ekki að vera í sköpunarkraftinum og það fer ekkert eins í taugarnar á mig eins og því ég sé annað fólk gera það við sér yngra fólk eða sér minnimáttar. Ég veit alveg nákvæmlega. Já, Þú veist bara, ég veit það. já, ertu Ok, við búin skulum koma með dæmi svo þetta sé alveg skýrt. Já, þetta er svona því svo þegar fullorðið fólk segir við yngra fólk. Já, þú skilur þetta svona, þú ert nú margt ólært. Já, það er svona. Svona benda á takmarkanir þeirra sem eru yngri. Þú veist, þarf fullorðið fólk að vera með svona athugn? Þarf fullorðið fólk að vera svona leiðilegt? Nei. Nei, það þarf þess ekki nefnilega. Nei. Það er bara eitthvað, þú veist, það er að missa völdin, sko. Og ég man eftir að fara að leikstýra og ég átti í svona smá krísum við eldri konur og ég held að það hafi verið, sko, ég bjó til kenningu þá sem að var að konur af rauðsóku kynslóðinni sem börðust svo mikið fyrir Mæðurnar okkar. Já, mæður okkar sem börðust svo mikið fyrir réttindum sínum og því að fá að láta heyri í sér sem sagt, út á atvinnumarkaðnum. Þær þoldu ekki hvað þetta var okkur auðvelt, hvað við flættum sko umhugsunarlaust inn í þetta allt saman. Þannig að ég gat ekki skilið þetta öðruvísi. Af hverju er það svona leiðilega við mig? Ég hef ekki þessa upplifun af þessu. Nei. Nei, ég hef ekki þessa upplifun af þessu. Er heldur að segja að því að þú ert meiri jarðýta en ég, þú svona ítir þeim, þú bara leyfðir þeim ekki að segja það við þig. Þú gerir meira svona, tókst upp rýmið bara þegar þú komst inn í það. Eini anginn af þessu var svona, ég man eftir því þegar ég var að byrja að mála mig sem unglingur. Þá voru svona gerðan svona einhverja athugasemdir við það heima hjá mér. Þú veist að þetta væri nú ekki það sem skipti máli.
Já. skilurðu. Og ég man Og engar konur út í bæ. Þetta var ekki mamma mín, þetta voru konur út í bæ, sko. Já, ertu menntuð í því? Þar maður nú ekki að, þú eru svona, og kannski ekki setja beint hattamann, en eins og taka tappan úr, ef maður uppblásin bladra, svona, gera svona örlítið gata á blöðruna, þannig að byrja að leka úr manni mátturinn. Já, og eins og maður þurfa að validera allar hugsanir sínar eða það sem maður setur fram með sko neðamálsgreinum og tilvitnunum í einhverja. Skilurðu? Já. Skilurðu eins og það sé krafan. Býtu, hvað er nú þetta komið? Já, skilurðu? Já. Já, það er nú oft þannig, sérstaklega svona, hvað ég var að segja, innan sérfræðingarsamfélagsins sem náttúrulega gríðarlega stórt. Fólk sem er búið að menntast í einhverju og er þá samkvæmt allavega einhverju útskriftarskírteini orðið sérfræðingur í einhverju. Það er oft mjög lengi að þvælast með bara þá staðreynd, ég er búin að læra þetta. Já. Skilurðu? Og útilokar þá aðra sem hafa lært kannski sama hlutin en ekki farið sömu námsleiðina, skilurðu. Lært hlutina einhvern veginn allt öðruvísi, kannski gegnum eitthvað annað nám eða gegnum einhverja lífsreynslu eða eitthvað og myndar sér einhverja skoðun sem kemur ekki innan úr til dæmis Háskóla Íslands. Skilurðu? Já. Ég skil, en ég var svona, ég bara rosalega virðingu fyrir öllu þessu fólki, sko. Ég var bara, og ég slóst út af laginu við þetta, sko. Og þetta, ég leyfði þessu að ræna mig mættinum mínum, þú veist. Kom þá upp tilfinning hjá þér, nú er ég að tala við sérfræðing, ég hlýt Já, ég verð að láta þennan sérfræðing vita hvað ég ber óbúslega mikla virðingu fyrir hans sérfræði menntun eða hennar sérfræði elementi til þess að þessi manneskja haldi ekki að ég haldi að ég sé betur en hún. Vá. Já, þetta er svolítið flókið. Ég var með alveg þetta, þannig að ég var óþolandi held ég. Af því að þá verð ég að svona þá sit ég mig undir og ég sit mig fyrir neðan og ég verð svona undirlægja. Í staðan fyrir að standa í mættinu mínum sem er bara sköpunarkrafturinn sem streymir í gegnum mig og hann er aðgengilegur öllum burt sé frá hverju sem er, námið hvað sem er. Þegar ég sé eins og unga leikara, munurinn á mér og þeim er bara sá að ég hef þjálfað verkfærin til að halda utan sköpunarkraftinn. Ég er bara búin að þjálfa þau betur. Þú veist. Já, bara búin að nota vöðvana lengur. Já, bara búin að nota vöðvana lengur, en sköpunarkrafturinn er ekki meiri í mér en í þeim. Nei, það sem streymir og sköpunarkrafturinn verður aldrei kenndur, heldur. Nei, skilurðu, þú veist, það er nú bara allt listnám gefur manni einmitt, þú veist, maður getur lært einhverja aðferðafræði, einhverja vinnuleiðir, vinnuaðferðir og hugsanlega einhvern svona sjálfsaga og náða laga í sér röddina, við tölum bara leikarastarfið og læra að vinna með skrokknum, kynnast á sér skrokknum og allt þetta, en tengingin við sköpunarkraftin, hún þarf að vera til staðar. Já. Já, og hún er bara ekki, það er bara ekki hægt að kenna hana. Nei. Þetta er bara, er það nokkuð? Nei, ég held ekki. Ég held þetta sé kannski fólki í því að við munum vel eftir hvernig þetta var þegar við vorum að leika okkur. Þegar við vorum að leika okkur, þegar við vorum krakkar og gátum breytt hverju sem er í hvað sem er og það þurfti ekki neitt. Við gátum bara búið það til á staðnum. Já, bara ertu lögga eða ertu bói. Bara, þetta er ekkert flóknara. En að þetta finnst hvernig við ert að hugsa þetta gagnvart fólki með sérfræðimenntun. Það vart að lýsa svona, en þetta er ekki lotning sem þú berð gagnvart þeim. Þú vilt bara ekki að þau haldi að þú haldir að þú sért eitthvað spes. Já. En Dóra, þú ert spes. Ég veit það. Ég veit það núna. Já. En ég kunni ekki að halda á því þá. Og ég kunni ekki að halda á því að sjálfsögðu er ég með eitthvað sérstakt sem streymir í gegnum mig eins og öll hin, þó það sé allt sótt út í sama rýmið og sama éter og við séum öll að leika okkur í sama potti, skilurðu, þú veist. Og þannig að þetta var svona finnur þú svolítið vannmáttar það ég get ekki tjáð mig ákveðna hluti vegna þess að ég hef ekki prófið þeim? Nei, ekki lengur, en það var þannig, þú veist. Og stundum bara langar mig ekki að tjá mig eitthvað af því mér finnst, ég finn að ég bara,
En hérna er ég ekki búin að fara inn í nógu mörg herbergi sem tengjast þessu til þess að geta sagt eitthvað um það. Ég vil frekar hlusta á aðra að því ég veit að annað fólk sem er búið að skoða þetta miklu betur en ég. Þannig að stundum vil ég bara fá að heyra hvað aðrir eru að segja. Já, auðvitað. Og svo held ég að það skiptir bara svo miklu máli að spyrja spurningana, spyrja bjánalegu spurningana, eða spyrja raunverulegu spurningana sem blunda inn í manni þegar maður skilur ekki eitthvað. Og vera alveg sama þótt að sú spurning komi að sérfræðingnum, eins og maður sé algjörlega einhvern veginn, þú veist, bara eitthvað nimbimbkúb, eða hvað heitir þetta, svo ógeðslega fyndið orðið í ensku, Er það eitthvað sem maður veit ekki neitt? Já, þetta er svo fyndið orðið á ensku, nú man ég ekki hvernig það er, en allavega einhver fáráður, skilur. Já, fárálingur, ekkert viti. Já. Það er gaman þegar maður lendir í því að vera, stundum hittir maður fólk og maður veit ekkert hvað þau eru að fjalla eða hvar þau eru, maður þekkir þau lítið og þá veit maður ekki úr hvað átt maður að ganga upp að þeim. Af því að ég er svo rosalega mikill svona lesari. Býttu, hvernig tungumál á ég að tala við þessa manneskju? Býttu, er það hér? Er dyrnar hér eða hér? Já, ég skil. Gerð þú? Nei, þú gerð það. Já. Ég er alltaf bara, býttu, hvað tungumál erum við að fara að tala saman? Svona tungumál. Tungumál um orkutungumálið. Eru að tala tungumál akademíunar? Eru að tala tungumál leikhússins? Eru að tala tungumál foreldra með börn á leikskóla? Eru að tala eða þú veist. Þetta er kannski ekki skýrt það sem ég er að segja. En ég er rosa mikið að lesa. Ég skil þetta með tungumál akademíunar. Þú veist, þetta er það sem ég kalla þegar fólk talar upp úr bók. Þú veist, þegar maður heyrir námið. Já, það getur verið það, en nú er ég náttúrulega ekki með neina akademíu á bakvið mig af því að ég lærði ekki í háskóla. En svo hef ég verið prófessor í háskóla. Já, ég veit það. Þú veist, sem er svolítið fyndið. En hérna, það sem ég lærði inn í akademíuna að koma þangað var í rauninni samt að vera svona, á ensku heitir það observer, eða vera, sem sagt, að sjá í stærra samhengi. Þú veist, ekki að vera í eigin skoðun, heldur að vera í að horfa á úr mörgum áttum til þess að, já, og maður má ekki taka sjálfstæðar ákvarðanir, þú veist, sem starfandi manneskja eins og inn á leikarabrautinni í Listaháskólanum. Ég var alltaf að gæta þess að vera í samtali við aðra sem eru með mér, af því að það mun alltaf koma annars sjónarhorn sem gerir allar ákvarðanir meira djúsi. Já, ég skil þig. Ertu enn frá sjónarhorni nemandans, enn frá sjónarhorni stundakennarans, enn frá sjónarhorni fastráðna kennarans, enn frá sjónarhorni rektors og nýju stefnunarans, enn frá sjónarhorni leikhúsana sem eru að bíða eftir að leikarar útskrifist, enn frá skilur þú veist. Þannig að þetta minnir mig á það sem ég lærði, ég fór á þetta námskeið þarna, IPS, Intentional Peer Support, sem að það var bandarísk kona sem að fann þetta upp fyrir mörgum áratugum. Hún var að vinna inn í, bæði hafði hún sjálf, hafði hún reynslu af að lenda, eða vera með geðrænan vanda og vinna síðan inn í geðbatterínu að einhvern veginn að minnka bilið á milli þeirra sem þurfa aðstoð vegna andlegra kvilla og lækna og hjúkrunarfólk sem er einmitt þetta sérfræðingafólkið og sem sagt peers eða jafningjar inn í sem sagt sjúkrahúsumhverfinu er þá fólk sem að mætir viðkomandi einstaklingi sem er að glíma með einhvern vanda á algjörum jafningjagrundvelli. Hann kemur ekki að manneskjunni með neitt status, hann kemur ekki með neinar lausnir. Hann kemur ekki með raunverulega nein tilboð heldur. Hann er bara, eða það sem við vorum að læra á þessu námskeið, þetta var svolítið eins og að læra nýtt tungumál, það er bara að vera bara til reiðu, vera til staðar í spjalli við fólk. Og þegar maður, og samkvæmt IPS, þegar maður reynir að nálgast manneskju, þá reynir maður að komast að því hvert er hennar world view. Og það er það eins og þú varst að tala um. Er ég að tala við kennara, er ég að tala við nemanda, er ég að tala við forstöðumann, eitthvað svona. Að þegar við þurfum að reyna að komast að einhverjum kjarna með fólki, þá er gott að átta sig á því hvaðan er manneskjan að koma.
úr hvaða worldview kemur hún. Til dæmis einhver sem að elst upp í Berlín eða versus Íslendingur. Við skulum átta okkur á því að allar manneskjur geta haft öðruvísi worldview en við. Og bara með því að hugsa það þannig, til dæmis þú hefur annað worldview en ég. Þú byggir þínar skoðanir og þín viðbrögð á öllu sem þú hefur lifað reynt séð og heyrt af og ég líka, en það er gjörólíkt. Þannig að ef að þú ert að leita til mín og ég er svona EPS sem sagt jafningi, þá reyni ég að nálgast þig með því að skilja hvaðan þú að koma, skilurðu, þetta með worldview-ið. Þetta er mjög skemmtilegt. Heyrðu, þetta er svolítið eins og þetta sem ég er búin að vera að grúska í vikunni, þetta með þetta mónat, sem er þetta nýja. Mónatinn hlýtur að vera náttúrulega komin í þetta á þennan stað. Og fyrir ykkur sem er að hlusta, ég hitti mann sem er bara eitthvað doktor í samskiptum og sálfræði og eitthvað svona og við vorum bara kynnt á kaffihúsi og svo fekk ég mér þessa tíma hjá honum og maðurinn minn, því að það kemur ljós að hann er líka með svona hjónaþerapíur og hann er líka tantramistari og hann er líka, hann er bara allavega. Hann var að tala við mig sem ég varst áhugavert, það er þetta með sko fyrsta ferðalag sem að fyrir gegn sem manneskja hér á jörðinni er að díla við egóið sitt eða læra á egóið sitt og fara í gegnum í rauninni svo egódauðan eða átta sig á að það er ekki egóið sem að keyri mig áfram eða færi mér hamingjuna, en það transition þegar maður hættir að láta titlana, viðurkenningarnar, allt þetta keyrir sig, hrósið. Og trámað trámað og tilfinningar að keyra sig áfram, heldur maður fyrir inn í næsta fasa í lífi sínu sem að er sálarþroskinn, þá er maður að komast í svona eins og í alignment eða sem sagt í tíðni með sálinni sín og finna bara að nei, mér skiptir mig ekki máli að vera prófessor upp í Listaháskóla, heldur skiptir mig máli að gefa af mér þá þekkingu sem ég hef nú þegar aflað mér með því að vera 25 ára að vinna í leikhúsi. Mér langar bara að skilja eftir fræ og ég skil þau eftir hjá þessari kynslóð af nemendum og ég get engu stjórnað það hvernig fræin spretta hjá þeim. Ég bara skil þau eftir, þau ráða hvað þau gera með þessi fræ og þarna finn ég að ég er ekki í egocentrískri þjónustu þarna, heldur er ég samt on a mission og ég er kennari. Ég er að skilja eftir og ég er að predika eitthvað sem ég hef lært eða eitthvað svona. Svo talaði hann að þriðja tímabilið er þegar maður hættir að vera í þessari þjónustu eða er í sálarþroskanum að fer inn í mónat sem að er og þýðir orðið mónat eitthvað, veistu það? Það þýðir eitt með öllu í rauninni. Það er sá sem að þarf ekki lengur dualisman, hann þarf ekki ég og þú, hann þarf ekki útlendingur, íslendingur, hann þarf ekki, sko hann skiptir, hann bara tekur ekkert í sundur. Allt er eitt. Og hann sagði þegar fólk fer í þann fasa er búið að ná þessari sálartengingu og fer inn í þennan þriðja fasa, þá fer það í þá oft bara skiptir hann karriér, bara af því það skiptir ekki lengur máli hverjar útlínurnar eru af því sem þú ert að gera. Það frekar hann að vera meistari eða kennari, þá vill það bara vera, má ég bara vera present. Og það er það sem að þetta pír þarna er að kenna. Þú ert í rauninni, EPS-ið, þarna sem þú ert að tala um að þú hefur lært, það sleppir bæði egónu sínu og það sleppir líka soul missioninu sínu og það fer algjörlega að vera bara til staðar fyrir það sem er að gerast. Ég var að panta mér bakættuna. Býtu, hvar ertu? Ég er í Icelandair-vélinni. Hún að panta mér bakættuna. Það er að fara að hita hana hjá mér, tekur smá stund. Í dag er allt fullkomið. Icelandair. Að því mér finnst einhvern veginn eins og ég sé þetta, að það séu raunverulega innra með okkur alltaf svona 3 einhverju þættir. Og það er barnið. Sem að verður hrætt og glatt og finnur fyrir höfnun og gleði og sorg og allt þetta, skilurðu, og það er viðbragðakerfið okkar, það er barnið. Svo er innra foreldrið, sem að viðheldur einhverju trú. Hlutirnir eiga að vera svona, mistök eru ófyrirgefanleg, ég er ófullkomin eða ég er fullkomin, skilurðu, þú veist,
Íslendingar eru sóðar, skilurðu. Svona halda í einhverja trú. Það er svona innra foreldrið inn í okkur sjálfum. Og svo síðan hið innra fullorðna sjálf, sem að hefur möguleikana til að velja, setja mörk, vera áhorfandi, gefa leiðbeiningar ef að það er óskað eftir því, skilurðu, og hefur plássið til að anda djúpt. Vegna þess að allt í einu, það skiptir ekki máli fyrir það að einhver hlusta á það, að einhver hlýði því, skilurðu, það bara skilurðu. Og ég held að þetta hafi líka eitthvað að gera með, svo held ég að þessir 3 þættir í okkur séu oft í átökum, skilurðu, við reiðumst, skilurðu. Já. Og svo skammumst við okkar fyrir það. Þú veist, þá kemur innra foreldrið og skammar okkur fyrir að hafa verið innra barnið og bara orðið reið, skilurðu. Af því að stóru tilfinningarnar koma úr barninu, skilurðu. Þá kemur innra foreldrið og segir, voðalega leiðilegt hvað, og missti stjórnaði steinnólina. Þetta er nú ekki við hæfi. Miðaldra konur reiðast ekki. Nei. Það er trúin sem Það er vita betur. Það er vita betur, skilurðu. Þetta er bara einhver partur í þér sem er í ójafnvægi. Já, og ég held nefnilega að ef við náum að bera virðingu fyrir því að þessir 3 þættir eru lifandi í okkur alla ævina, og ég meina fyrsta hluta ævina þegar við erum börn, þá er náttúrulega barnið langmest lifandi og svo bætist innra foreldrið inn í hópinn þegar við aðskiljum okkur við foreldrunum og við erum að eldast, og svo kemur innra foreldrið og svo þegar við verðum almennilega fullorðin, sem að ég myndi nú segja að við báðar séum orðnar, skilurðu, þá er komið eitthvað sem heitir hið innra fullorðna sjálf líka, sem er með reynsluna, aðeins meiri yfirsýn, vonandi einhvern þroska. Ég meina, þú veist, ég er ekki að segja að við séum sérstaklega þroskar, alls ekki, en við erum komið með einhvern þroska, skilurðu, og svona stærri heimsýn heldur við höfðum þegar við vorum 20, 30, hvað þá 15 ára, 7 ára og allt þetta. Og ef við leyfum þess, ef við reynum að sætta þessa þætti inn í okkur, séum ekki að hirta okkur fyrir að allt þetta þrennt er lifandi í okkur, þá erum við komin á stað þar sem við getum farið að segja, vá, ok, ég reyndi svona rosalega mikið, af hverju var þetta svona, af hverju misti ég svona stjórnarskapið mínu, eða af hverju finnst mér þetta svona ógeðslega fyndið, eða eitthvað, bara förum í rannsóknarleiðangurinn og ef við förum að hlusta á þessa 3 þætti í staðinn fyrir einhvern veginn að láta þá vera í þessum innbyrðis átökum sín á milli, þá getum við farið að svona einhvern veginn að heilast og læknast og þroska, vegna þess að ég er svo þreytt á þessu að við séum öll eitthvað brotin og eyðilögð og þú veist, einhvern veginn, þú veist, við erum búin að lenda í svo miklu og við erum svo öll í klessu og við þurfum svo mikið lagfæringu. Það sem við þurfum bara að muna er það að allt þetta er inn í okkur á öllum tímum alltaf. Og við þurfum að leyfa þess að finna einhverja sátt. Og þú veist, ef við erum alltaf að bregðast við út úr reiði eða bræði, út úr höfnun eða út úr sársauka, þá er innra barnið í okkur vanrækt. Þá þurfum við að skoða þá þætti inn í okkur sjálfum og raunverulega hlúa að þeim af athygli, af áhuga og allt þetta til þess að innra fullorðna sjálfið geti kannski verið meira haldið betur á aðstæðum og við þar af leiðandi verið meira í friðsældinni. Já, og náttúrulega innra fullorðna sem er þá orðið þroskara, það, af því ég lenti í þessu síðustu viku, ég var svona brjálæðislega reið og ég var reið í 4 daga og ég vissi að því ég verð, það fíkur stundum í mig, en ég er yfirleitt fljót að finna rótina að reiðinni minni og bara því ég er búin að fara í svo mikla þerapíu og ég er bara búin að rannsaka svo mikið og ég er svo forvitin sjálfa mig. Allavega, ég ætlaði ekki að ná að finna rótina og ég fekk neyðarfund hjá vinkonum minni sem er svona partasálfræðingur til þess að hjálpa mér að leita að, ég kemst ekki út úr þessu, mjög óþægilegt að vera reiður svona í 4 daga.
finnst mér. Það bara viðbjóðslegt. Ég þekki svona langareiði og hún sko svo lamandi. Hún alveg bara, og það kemst ekkert upp að manni. Nei. Þú veist. Og hérna... Ég meina, kettir forðast mann þegar mann líður svona. Já. Nei, ég sé það á mínum köttum. Og þeir taka bara sveig Nei, í þessum haf. ég meina það ekki einu sinni hægt að borða með fjölskylduna því að maður getur ekki einu sinni verið í gleðinu með mann í svona þykjustunni í gleðinni með fólki. Já, finnst ykkur þetta ekki góður matur? Æ, hvað það var nú gott. Þú veist, maður Ómögulegur. og ég geri mig grein fyrir þessu að þetta eitthvað innra með mér sem ég þarf að leita að. Ok, ég fekk aðstoð, að ég geri mig líka grein fyrir því að ég þarf ofta aðstoð. Heyrðu, Það nú fyrsta skrefið að þiggja aðstoð. Guð minn góður hvað það tók mig langan tíma. Já. Heyrðu, og svo fór ég og ég fann rótina. Það tók okkur 1,5 tíma samt hjá mér og þessari vinkonu minni. Og fyrst fór ég gegnum 22 ára einstæðu móðurina því ég var mjög lengi einstæð móður og ég var svo dugleg Steina því ég var einstæð móður í 7 ár samanlagt. Ég bara kom öll í verk og það ekki til fórnarlamb í henni. En það er svolítið gassagangur í henni. Hún keyrir svolítið yfir en það brjálæðislega gaman hjá henni. Hún svo orkumikil að það bara alveg fáránlegt. Allavega, og ég hélt að hún væri rótin, hún var ekki, ég þurfti að fara lengra, ég þurfti að fara alveg niður í mig litla. Og á bakvið reiðina var ég rosalega sár yfir að vera ekki séð og bakvið það var ég bara grátandi lítil stelpa sem vildi bara að einhver myndi horfa í augun á henni og segja bara ég sé þig og þú ert yndisleg, eitthvað svona. En ég sem sagt, fullorðna ég þurfti samt að fara í þetta ferðalag að leita þessari rót. En það tókst og þegar ég fann hana, ég náttúrulega stóð bara þessi inn í mér grét og hún sko stóð á orginu. Hún var bara hún var brjáluð. Oh my god. Og manneskjan sem var meldreið út í átti fljótlega ammali og hún ætlaði sko ekki að gefa henni ammælskjöf. Já, ok. Þetta verður svolítið ungu partur. Þetta var alveg svo mjög ungu partur. Heyrðu, en ég fór í gegnum það og þegar maður búinn að ná að komast oní rótina frelsistilfinningin sem kemur í framhaldi. Ég veit það. En ein vinkona mín sagði nefnilega við mig þú þarft nú að fara í terapíu, kannski að láta skoða þetta betur og eitthvað svona og ég sagði bara, veistu það, ég er búin að fara í svo marga terapíur, ég er búin að skoða þetta oft, ég bara vissi ekki, ég hafði ekki mætt þessum parti í mér frá þessari hlið, úr þessu sjónarhorni, þetta mun aldrei gróa, þetta verður alltaf í mér, en það bara, ég er bara orðin svo snögg að fatta það, en þarna bara komið úr alveg nýrri átt einhvern veginn. Þegar þú segir þetta muni aldrei gróa, þá meina sama þú varst að segja áðan, þetta verður alltaf í mér og það allt í lagi. Já, af því að, nei, en mér finnst bara svolítið erfitt þegar þú segir þetta muni aldrei gróa, það samt ekki alveg eins og ég skil það vegna þess að ég held að leið og maður kemur auga á þetta og veit af því og sér og skilur og búinn að einhvern veginn leita uppi þráðinn inn í sér. Þá á sér stað einhver gróandi. Já, þá það ekki sárt. Af því að innra fullorðna sjálfið tekur þetta svolítið í fangið. Við pössum upp á það sjálf. Já. Þú veist, eins og við séum með litlu Dóru eða litlu Steinu inn í sér og allt í einu fullorðna sjálfið orðið meðvitað litlu Dóru, litlu Steinu og getur aðstoð. Þetta svona, það eins og ef við erum efni sem eru ofið úr rosalega mörgum þráðum og litum og öllu sem við höfum lent í, þá í staðinn fyrir að, eins og þú ert að segja, parturinn sé einhvern veginn eins og eitthvað sár í klútnum, skilur þá bara allt í einu rennur hann saman við allt fabrikið, þræðir sér bara í gegn og þá líka orðin innistæða en ekki þramdur í götu. Já. Ég skil þig. Skilur þig? Já, þessna sagði ég við þessa vinkonu, ég sagði bara, veistu það, ég hefði átt að orða það þá kannski, veistu þetta þarf ekki að gróa, þetta allt í lagi. Já. Þetta bara partur af mér, en ég þarna, úr þessari átt sem það kom, þá vaknaði það og ég áttaði mig ekki á hvað vaknaði. Nei, heyrðu, ég ætla að deila með öðru af því að við erum okkur svo rosalega nánar, en áður en ég geri það, ég var að setja hérna á mig. Heyrðu, má ég fá krem? Já, ég var að setja með dagkrem, mér er svo óbáslega gaman að því við erum í þessum beauty klúb og geta sett á mig svona mikið af dagkremum. Jeps. Heyrðu, en ég lenti í svipuðum daginn, Dóra. Já.
ég lenti í aðstæðum þar sem að undir eðlilegum kringumstæðum allir hefðu verið svona frekar skelfingu lostnir, Já, skilurðu. Vegna þess að þú veist það var svona raunverulega ógn já, sem ég stóð frammi fyrir, já, en viðbrögð mín, skilurðu, þetta var svona ógn sem þú veist ógnaði mér og tilveru minni og heimilinu og börnunum og svona. Og undir sko allt eðlilegt fólk hefði sýnt vanlíðan já, eða ótta. já, Ég hins vegar var svona alveg pollróleg. Já. Alveg bara, þú veist, og eiginlega bara frekar cool gagnvart því. Skilurðu, og ég fann svona það var svona, þetta hefur nú ekki neina áhrif á mig. já, og svona, þú veist, þetta var svona svolítið svona, ég var næstu komin í svona stæla stemningu, Já, 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 skilurðu. Og svona, já, en allavega, svo leystist þetta nú farsællega og ógnin var úr vegi, já, skilurðu. Já. En þá einhvern veginn byrjaði ég að akta út í svona reiði og aggressjón og hrinda frá mér og bara með djöfusins stæla, skilurðu. Þá kom það út, þegar próblemið var ekki lengur til staðar, þá kom sko speglunin á þessu miklu ótta sem ég hafði verið í, en hafði ekki hleypt út í sko augnablik. Þannig að þú gast ekki sýnt óttan eða þú varst að nota varnarmekanismaðinn upp að stríðinu, svo verður ekki stríð, Já. en þá verður örugg og þá sleppur óttinn allur út, Já. sem reiði, aggressjón og... Já, af því að þú veist, reiði, aggressjón og allt þetta alltaf rangan á ótta, eða bara hin hliðin á óttanum. Já. Og sko, þetta finnst mér dálítið merkilegt, þetta vegna þess að sko, ég alveg rosalega vel fúnkerandi í aðstæðum, þar sem að margir alveg bara Guð minn almáttugur, hvað nú? Svona eitthvað, þú veist, bara þú veist, 3 að deyja, slysstaður, eitthvað svona, þá ég alveg róleg og get tekið upp símann og verið mjög skipulögð og eitthvað svona, og ég panikera ekki, skilurðu, og aldrei fyrir nú eftir. Skilurðu, og þetta getur þetta verið góður eiginleiki hjá fullorðinni manneskju að hafa, en maður lendir í einhverju slíkur situasjón að, þú veist, að 10 að panikera, þá panikera ég ekki, þá held ég alveg ró minni, en þetta komið til af mjög flóknu svona, hvað ég var að segja, svona áfallakerfi í mér, skilurðu. Og það var bara svo gaman að sjá þetta algjörlega af því að svo var ég þarna aktandi út í reiði, aggressjón og bara stælum og þú veist, og ég málaði mig svo gjörsamlega út í horn og ég meiri segja, sko, ætlaði að rjúka á dyr. Það að segja, ég málaði mig svo mikið. Nei, ég bara Og ég málaði mig svo mikið, ég var bara með maskara út á kinnar. Nei, en ég var til dæmis bara, þú veist, ég var svona í umhverfi og í þrígang hótaði ég að fara, skilurðu. Ég bara farin og bara, þú veist, og alveg labbaði niður stigann og kom upp aftur og ég var algjörlega bara að mála út í horn. Hvort ég komst inn eða út og ég var bara, þú veist, ég var ekki með neitt argument í höndunum, skilurðu, ég var bara, þú veist, var bara einhvern veginn og til allra hamingju var Hvað varstu gömul, fannst þér? Ég nefnilega, það svo merkilegt og manneskja sem var með mér, til allra hamingju, reageraði ekki á þetta rugl, heldur bara svona var þarna, sem náttúrulega var svona eins og EPS fulltrúi, skilurðu, á þess að vita nokkuð um það, skilurðu, og ég hugsaði með mér, ég fattaði ekki þá, en ég fattaði það í situasjónni, ok, ég bara allt í einu kom bara fullorðna sjálfið og sagði, jæja Steini mín, hvað ætlar að gera núna? Hvað ætlar að gera núna? Þetta bara algjörst rugl, en gott og vel, hvað ætlar að gera núna? Og ég einhvern veginn bara stoppaði í miðri þar sem ég var að hóta ganga á dyr og þurfti bara að segja, fyrirgefðu, heyrðu, ég þarf bara aðeins að setjast niður og vera aðeins með sjálfur í mér vegna þess að ég bara einhvern veginn ekki alveg með sjálfur mér í augnablikinu. Og ég sé bara að ég að akta út einhverja hluti og segja einhverja hluti sem ég bara meina ekkert af því sem ég að segja.
Og þetta var rosalega fyndið, sko, þetta var svona pínu rof, sko. Og ég fór að hugsa, hvað er þetta? Og ég hugsaði, já, þetta er svona eins og steininólina, þú veist, 19-20 ára, einhvern veginn bara vissum það að, þú veist, hún bara, þau eru aldrei neitt af neinum að halda á lililili. Og svo svona 27 ára steininólina sem er algjörlega búin að, einhvern veginn, missa trúna á það að hún geti treyst nokkrum og, þú veist, hún þurfi bara einhvern veginn á hörkunni og heimurinn sé bara hostile og engun sé treystandi. Og þú veist, og hún bara svona fer áfram á hnefanum og dugnaðinum og bara, þú veist, það skal enginn, þú veist, sjá neina viðkvæmni hjá henni. Ég bara sá þessu svona 2 hluti í mig bara mjög sterkt, sko. Og þetta var bara, þetta er svo geggjað að fatta þetta og sitja svo með þessu og eins og þú sagðir, rekja svo söguna. Þú veist, hvaðan kemur þetta inn? Þessi hugmynd að ég sé alin í heiminum, ég get engum treyst. Hún á sér orsök einhvers staðar og ég fann hana. Og þegar maður gerir svona uppgötvanir, þá er maður bara eins og maður hafi sko bara fengið sko afmælisgjafana. Skilurðu? Og maður allt í einu, já, vá, það var þetta. Skilurðu? Já. Og svo sér maður sko. Og yfirleitt inn í svona er rosaleg skömm. Já. Þannig að maður, þess vegna hefur maður ekki skoðað það áður að því að skömmin sem er svo geggjaður partur, alltaf að reyna að bjarga okkur, hún tekur öll svona áföll, hleypur til bara, ég tek þetta, ég fel þetta bara, ég geymi þetta hjá mér, ég skal bara geyma þetta. Hvað skal, varstu móðguð þetta, heyrðu, ég tek þetta bara, ég seti þetta úr í pókinn, hérna skammar pókinn, ég er með. Já, nei, þú þarft ekki að kíkja hún í þennan póka. Ég geymi allar skammirnar hérna bara. Farðu bara út að leika. Ég veit það. Og það var svo fyndið að þegar ég byrjaði að sko analýsera þetta inn í sjálfur mér og tala þetta hérna við minn góða kærasta, hann Gunnar, þá sko var þessi partur inn í mér sem ég var að tala þessi unga Steina, skilurðu, þessi 27 ára Steina, hún var svo reið að ég væri að tala þetta, að ég fekk líkamlega verkidóra, sko ekkert smá. Það var bara svona, það var eins og það væri svona kraftur inn í mig sem var bara svona, haltu kjaftið, þú segir ekki að tala þetta. Það var alveg svona. Skilurðu? Já, ég skil. Og ég var bara svona, úps, þetta er alveg rosalegt hvað ég að gera við þetta. Já, ég er að brjóta lögmálið, og allt þetta. Það má ekki tala um þetta, Og ég, af því ég er svo óþreyjufull, ég er svo mikill fixer, ég vil svo mikið laga, að ég gekk svo hart að mér, þangað til að ég var bara sko lá bara í rúminu, ég gat ekki hreyft mig. Og þá hringdi ég mitt í vinkonu okkar, þessar sömu vinkonu, til þess að hún geti hjálpað mér að sko, að losa aðeins þetta. Þú veist, komast í smá pásu. Þú veist, að því maður getur ekki djöflast á þessum sáru pörtum í sér. Þú veist, maður verður nefnilega, eins og hún sagði, sem var svo fallegt, hún sagði, þessa viðkvæmustu parta í okkur verður við að nálgast eins og, þú veist, kettling sem er búið að keyra á, sem er búið að slíta af eyrað, þeir allir í sárum og hárlaus og falin einhvers þar, þú veist, undir, þú veist, sófa. Í göturæsi einhvers þar. Skilurðu. Þú veist, og við verðum að nálgast þessa þætti í okkur af sömu nærgætni, varfærni og svona ástúð og við myndum gera það. Og bara þessi mynd af kettlinginu var svo gott að hún sagði þetta með kettlinginu því þá skildi ég nákvæmlega hvað ég þurfti að gera. Skilurðu. Og svo er ég búin að vera núna, síðan þetta gerðist, aðeins að tala við hennan part á hverjum degi, skilurðu? Og til dæmis núna þegar ég er að segja þér frá þessu, þá svona veit ég alveg á hann, ég finn alveg fyrir þessum verk. Ekki svona sárt eins og þetta var hann daginn, sko, alls ekki. Og ég ætla bara að biðja hennan part afsökunar á það að ég hafi ekki beðið hann leyfi áður en ég fór að tala hann, en nú er til líka hægt. Já, góðan daginn, Íslandsbanki. Já, góðan daginn! Akkur svona lítið peningurinn á reikninginu mínu? Elsku vinur, ertu búin að kíkja á alla reikningarna þína? Nei! Nei, þú ætti kannski að kíkja á hina reikningarna. Já, ég séði núna ég á fullt af pening. Takk fyrir Íslandsbanki að passa peningana mína. Heyrðu, elsku vinur, við erum í liði með þér. Takk! Íslandsbanki bendir á möguleikana. Og hvað var reyður þessi maður? Ég kom með eina bók
Ok. og ég ætla að koma með hana núna, Ok, af því að mér æði. finnst það verða að vera. Herru, ég ætlaði líka að reykja síkó. Já. Ég nefnilega eignaðist hérna Camel. Þú veist, ég ætla að vera með reykingaáráður hérna. Já, Sko, þeir sem vilja læra að reykja geta alltaf komið til mín. já. Ég er reyndar hætt að Þú reykja. kendir mér náttúrulega að reykja. Já, en sko, ég er auðvitað hætt að reykja. Amen. En ég hérna fekk svona sígarettur, það er svona hægt að klikka á þær. Og þá kemur svona ávaxta bragðurinn. Af þessum sígarettum. Ég ætla að reykja eina Og er sígarettu samt mitt. nikotín í þeim? Mér finnst þetta líka ógeðslega töff. Þetta er líka svona vindlingur. Þú veist, það er ekkert svona bréf í þessu. Þetta er bara alvöru tóbak, skilur við. Og tóbak er náttúrulega bara lækningaplanta eins og þú veist. Og jarðbindur okkur og jarðtengir. Vá, hvað er gaman að reykja í podcasti. Ég kom með leikrit Já. sem ég fann upp í bókahillu hjá mér. Ok. Sem að heitir Feður og synir, byggt á bókinu Feður og synir eftir Ívan Turgenev. Og þetta var leikrit sem ég lék í þegar ég bara tiltölulega nýútskrifuð. Nú ætla ég að láta Steinu lesa eina senu með mér. Ok, það ná í gleru. Já, til þess að sjá hvernig hún hreyfist núna. Horfðu á mig, Já. Finnst þér ég ekki sæt? Jú, Jú. finnst þú mjög sætt. Veistu það, og ég er sætari eftir ég fékk mér glerugu, finnst mér. En ég held að sé eitthvað með að ég er svona búin að breyta ásýn minni. Þetta er svona, þú ert svona dýrari típan Finnst af þér ekki? Halldóri þegar þú Já. ert með glerugun. Já. Alveg, algjörlega, sko. Sjáðu glerugun. Sjáðu. Ég vil að þú lesir Odintsógu. Að ég les ekki hlutverki mitt, Ok, þú lesir það og ég leik Basarov, En sem sko, er maðurinn sem er... ég gerir þá kröfu Já, að þú leikstýrir mér já, og gefur mér svona kannski einhver 3 orð til að vinna út frá. ok. Ég myndi segja hún er, vill ekki afhjúpa sig. Hún segir ekki allt sem hún er að hugsa, en hún gefur hluti mikið í skyn. Ok. Og Já, þú eru ekki alveg að standa með þessu? Nei. Nei, ok. Og hún veit að hún er fallegasta konan í sveitinni eða í héraðinu. Hvað er þetta gömul konan? Bara... Hún svona rúmlega 30. Ok. Og hún er hún sést ekkja og hún er einmana. Ok. Og þau sitja saman og eru að tala saman og þau eru svona að kynnast. Hún Og þessi Basarov sem ég ætla að leika. Já, getur þú sagt pínu meir um hann? Basarov, hann er ungi stúdentinn, nýhilistinn, hann er með nýjar hugmyndir um heiminn og er að fletta ofan af öllu sem allir er að segja og rífst við alla og er hugsjónamaðurinn og þú veist, þið eru bara föst í gömlum kerfum og þú veist, hann Og er hún svona kannski svona lúmst aðeins hrifin á hann? Hún er mjög hrifin á hann. Hann náttúrulega hreyfir hana innan. Svo yður finnst ég vera róleg, viðkvæm og ofdekruð. En ég veit það sjálfa mig að ég er mjög óhamingjusöm. Þér, óhamingjusöm, af hverju? Þér eru heilbrigð, sjálfstæð, rík. Hvað viljið þið meira? Hvað viljið þér? Hvað vil ég? Ég er dauðþreytt, ég er gömul. Mér finnst ég vera búin að lifa óra lengi. Já. Ég er gömul. Ég á baki svo margar minningar nú þegar. Lífið í Pétursborg, svo fátækt, lát föður míns, gifting, síðan auðæfi, dauði eiginmanns míns. Minningarnar eru margar en það er ekkert sem tekur því að rifja upp. Og framundan, fyrir fram að mig, er langur vegur en ekkert markmið. Mér langar ekki einu sinni til að ganga þennan veg. Eru þið svona vonsvikin? Nei, en ég er ófullnægð. Ég held að ef ég bara gæti bundist einhverju sterkum böndum. Ég langar að verða ástfangin. En þér getið ekki orðið ástfangin. Í því er óhamingja fólgin. Get ég ekki orðið ástfangin? Valla. En það var hins vegar ekki rétt hjá mér að nefna það óhamingju. Þvert á móti eru þeir sem lenda í slíku miklu fremur umgunnarverðir. Lendi hverju? Að verða ástfangnir. Hvernig vitið þér það? Af afspurn. Auk þess getur verið að þér séuð of kröfuhörð.
kannski. Ég lít svo á að það sé annarkvort allt eða ekkert. Líf fyrir líf. Þú tekur mitt, ég tek þitt. Og þá skal það líka vera án iðrunar og í eitt skipti fyrir öll. Að öðrum kosti er betra að láta þetta eiga sig. Nú, já. Þessir skilmálar eru réttmætir og mig furðar á því að þér skuli ekki enn hafa fundið það sem þér þráið. Haldið þér að það sé auðvelt að gefa sér sjálfa algjörlega einhverjum á vald? Það er ekki auðvelt ef maður byrjar á því að hugsa sig og bíða og setja upp verð fyrir sjálfan sig, meta sjálfan sig mikils, en að gefa sjálfan sig án umhugsunar, það er auðvelt. Hví skildi maður ekki meta sjálfan sig mikils? Hver þarf á tryggð minna að halda ef ég er einskis virði? Það kemur ekki við. Aðri verða að komast að raun hvers virði ég er. Aðalatriðið er að kunna að gefa sig. Þér talið eins og þér hafið þegar reynt allt. Það barst í tal, annars er ekki eina. Allt er þetta eins og þér vitið fyrir utan mitt áhugasvið. Oh my god. Hann er allur í hausnum og hún er öll í hjartanu. Það er ógeðslega fyndið. Það sem gerðist þegar ég lék þetta á sínum tíma, ég fór alveg í klessu, ég var svo ung þegar ég lék þetta. Ég skildi hann ekki alveg, en hún sko þorði ekki að gefa sig alveg. Hún er samt að gefa honum mjög sterk merki, en hann stígur ekki alveg inn í og þau náðu aldrei saman í verkinu sko. Nei, hann kannski er bara ekkert hrifinn af henni. Já. Skilur við. Svo veiktist hann. Já. Og þá mætti hún hann og það var svona uppgjör hjá þeim og leikstjórinn lét mig vera með hanska og hún tók aldrei hanskana af sér og það var merki það að hún vildi ekki smitast á sjúkdómnum og hún í rauninni ætlaði ekki að stíga inn í ástarsamband með honum. Það var svona, ég lærði svo mikið af svona leikstjóra, þetta var rússnesku leikstjóra sem leikstýrði þessu. Já. Og já, þetta er kannski, ég veit ekki hvað þetta gefur okkur hér inn í þennan þátt í dag. En jú. Jú, þetta með hausinn og hjartað Já, ég meina, það er bara því að það á að vera bók í þessum þætti. Já, það er náttúrulega, við erum búin að tekið það að bóks, það var bók. Það var bók. Það var þetta leikrit eftir Turgenev, ekki satt? Jú, Feður og synir. Feður og synir. Og En ætlarðu að henda henni? Nei, ég ætla að sitja hérna bara í bókakassan. Þetta ljúka sem þætti með því að lesa hérna eitt. Að því mundi svo vel eftir þessu Gunna Ás og Pétur Einarsson léku litla lokasenu þar sem sonur þeirra var farin í nám og þau voru skilin eftir. Og þá sagði Pétur sér þetta, hann hefur yfirgefið okkur, hún leiddist hjá okkur, einn og yfirgefinn, sem sagt aleinn, segir hann sjálfan sig. Ég man bara, í minningunni er þetta rosalega löng sena, en þetta er ekki nema 7 línur hér í handritinu. En ég man hana, hún var eitthvað, þau léka hana svo fallega. Okay. Og svo, Pétur sagði þetta fyrst og þá sagði Gunna. Hvað er við því að gera, Vasja? Sonur manns, og ég fyrir að gráta, því ég man þetta, sjáðu, svona kemur tilfinningin. Hún gerði þetta svo ótrúlega fallega. Sonur manns er eins og afskorinn kvistur. Hann er eins og fálkinn, kemur fljúgandi heim þegar honum þóknast, flýgur svo aftur burt þegar honum þóknast. En við tvö, við erum eins og sveppir í hólu, sitjum saman hlið við hlið, án þess að hreyfa okkur úr stað. Og ég verð alltaf hjá þér, trygg og trú, eins og þú hjá mér. Ástæðan fyrir að ég vildi gera þennan hérna hjá okkur það var svo fallegt hvernig hún gerði þetta, hún Gunna, og hún átti svo mikla innistæðu fyrir þessu og þau. En ég upplifi að núna, miðaldra Dóra og miðaldra Steina, að við séum ekki alveg sátt að við að vera bara sveppi, við erum alveg til í að halda áfram, að fara upp úr holunni, að það megi hreyfa sig, megum hreyfa okkur áfram. Já, en þetta er náttúrulega nú þurfum við að ímynda okkur worldview þess sem talar. 1857 gerist sagan. Já, okkar worldview er hins vegar ekki það að við þurfum núna að setjast í helgan stein. Nei. Eða það að einhvern veginn, að við séum bara alveg að fara að deyja. Ég meina fólk náttúrulega lifði skemur þá, það lifir lengur núna. Og einhvern veginn bara staða þessa fólks er þannig að, þú veist, það horfir á æskuna
og lítur á það að lífið sé farið fram hjá því. Já, og það sé... Við erum sannarlega ekki þar. Nei. Við erum á því sem heitir unglingaskeiðið síðara sem hefst eftir 50. Jeps. Og ef að ljúka svo hér? Ég held dag? Ég held það. Heyrðu, þetta... Heyrðu, ég ætla að segja þér Já. að það er alveg nokkrar konur Já. búin að skrifa eftir síðasta þátt sem að hafa áhuga á því að fara í sveppaferðalag í Talandi Portúgal. sveppi. Já, Einmitt. talandi sveppi. Og ég segi bara, ef það eru fleiri sem hafa áhuga, senda e-mail á steininólin@gmail.com. Ding dong, ding dong.